Ef við ætlum að sækja mynd af netinu til þess að nota, að þá ágæt leið að hugleiða hvort við höfum réttinn til þess að nota þær myndir. Mig langar að benda ykkur á Creative Commons leitarvélina. Þar getur maður leitað að myndum á mismunandi svæðum eftir í hvort þau séu undir Creative Commons leyfinu, sem þýðir að við megum nota þau og endur blanda eða nota. Í þessu tilfelli ætla ég að fara inn á Google Images og þá ætla ég einfallega að leita FabLab logo og þar finn ég FabLab Ísland logoið. Ég ætla að smella á Open Image in New Tab og þá ætla ég að afrita myndina, smella á Copy Image og fer svo aftur yfir í Inkscapeið, smella á Paste og þegar ég zoomera að þá sjáum við að myndin sem ég náði, hún pixleruð. Við ætlum að fara og breyta þessu í vektor, þá förum við í Path, Trace Bitmap og þá getum við smellt á stilt hérna upp eftir hvernig við viljum gera þetta. Hérna Brightness Cutoff, þá förum við eftir útlínunum, hversu dökk hún við þetta notum við mjög mikið, þetta Brightness Cutoff, og þar stillum við hérna thresholdið, smellum hérna á Update og svo smellum við á OK og þá erum við komið vektor mynd sem við erum búin að taka eftir þessari rastermynd sem við vorum með. Svo eru ýmsar stillingar sem þið getið prófað ykkur áfram með, Edge Detection eða Color Quantization og svo hægt að stilla líka hversu mikið við viljum smooth corners, hvernig við viljum raunverulega editera myndina áfram. Og þetta bara eitthvað sem ég hveti ykkur til þess að prófa ykkur áfram með og mest notum við Brightness Cutoff og hækkum og minkum hérna thresholdið. Nú við sjáum til dæmis að hérna hún ekki að taka nægilega vel á stöðunum, þannig að mér langar að prófa þetta einu sinni enn. Þá fer ég í Path, Trace Bitmap, ýti á Update og ég ætla að auka hérna aðeins thresholdið niður í 0,8 til dæmis, ýti á Update og svo ýti á OK. Þá sjáum við að stafinn hérna í horninu örlítið betri. Þannig að þá eyði ég bara fyrri myndinni og eyði svo rastermyndinni út úr hjá okkur. Eitt þar sem við erum stundum, þannig að núna munum við læsi við hlutvöllunum og þá getum við sett hana í þá stærð sem við viljum hafa hana. Og í þessu tilfelli ætla ég einfallega bara að setja hana hérna fyrir ofan og eyði út þessum stöðum. Nú við sjáum hvort þessi vektormynd með því að annars zooma að og svo getum við breytt lit hérna eftir hentugleika.